dæmi 1643 fyrir þessum tvær lestaflautur A og B sem eru með báða með sömu tíðninan í 392 Hz. A er kyrr og B er að fara til hægri í burt frá A með hraðanum 35 metrum á sekundu. Það er hlustandi á milli þeirra og hann er að fara til hægri með hraðanum 15 metrum á sekundu. Það er engin vindur. Það er spurt í byrjun A, hver er eiginlega tíðnin frá A sem að hlustandinn heyrir. Ok, þannig að við erum með A, við sjáum það hérna líka, A hér, þar sem að við erum með hljóðgjafa A, sem að við segjum WAV source, sem er þá hljóðgjafi, og hann er 0, af því hann er kyrr. Og svo erum við með WAV, hér erum við verið með WAV L, hann er hérna, og hann er að fara frá, hann er að fara í burtu frá hljóðgjafanum, þannig hann er með mínus 15 metrum á sekundu sem hann er að nálgast í burtu, hann er að fara í burtu. Ef við verðum að fara að, þá varum við að fara með plus 15 metrum á sekundu að. Og það sem við getum gert, við getum farið í kaflan í bókinni, þar sem við erum með tvær jöfnur, önnur er með moving listener stationary source, það er að segja hlustandi sem að færa sig, og við erum með við erum með stationary source, það er að segja með hljóðgjafa sem er kyrr, og þá getum við nota þessa jöfnu hér, WAV plus WAV L deilt í WAV sinnum FS source. Við getum gert það, en til þess að gera lífið mjög einfalt að þá getum við líka bara tekið þessa jöfnu hér, þar sem við erum með báða hlutina á ferð, þar sem WAV-essi hérna hjá okkur er bara 0. Þannig að það, þið sjáu það, þið setjið að þetta hérna sé 0, þá fáið þið raugrann og veru nákvæmlega sömu jöfnu og verum í hérna, ekki satt. Þannig að við tökum þessa jöfnu hér og setjum hana hérna inn í útreikningana hjá okkur, og skellum því hérna og setjum tíðnina sem að við heyrum, jafnt og hljóðhraðinn. Hljóðhraði er gefinn 344 metra á sekundu, þannig að við erum með 344 metra á sekundu plus hraðan sem að við erum á, sem er mínus 15. Við skulum bara færa þennan hérna, færum þetta hérna, mínus 15 hérna, og deilum öllu þessu með WAV, bara með 344, og við þurfum ekki WAV-essið 0, þannig það bara dettur út, það er bara plus 0 hérna, og við margföldum allt þetta hérna, setjum svíkuðum þetta með FS sem er tíðnin á sorsinu, á hljóðgjafanum, sem er þá 392 Hz, og við sláum því inn í vasareikni, og að fáum við að tíðnin FL sé jafnt og 375, við þurfum að nota 3 aukastafi, það er minnstu mögulegu aukastafinir hérna, 375 Hz sem að við heyrum tíðnin á ef við erum hlustandi, þannig við skrifum það hérna hjá okkur, 375 Hz. Hérna. Nú, ok, þá ætlum við að taka B-liðinn, og við strókum þetta hérna út, og heldum aðeins hérna, fyrir okkur hérna. Ok, þá er spurt í B, hver er tíðnin frá B eins og við heyrum sem hlustandi. Ok, þarna þurfum við aðeins að vanda okkur, velta fyrir okkur, af því að nú eru þeir báðir á ferð, og við þurfum aðeins að spá, sko, hér erum við með hlustandan, ok, og hér erum við með B, og báðir eru á ferð, og hérna erum við
með 15 metrar á sekúndu sem við erum að fara að honum og hérna erum við með 35 metrar á sekúndu sem við förum, sem hann er að fara í þessa hérna til hægri og við erum að fara í sömu átt og sem sagt hérna við erum að fara að hljóðgefanum. Það er sem sagt munurinn á dæminu í úraliðinu. Þannig að það sem að gerist núna, nú þurfum við að finna tíðnina sem við heyrum frá hljóðgefa B. Þannig að sem sagt hraðinn á báðum er plus og tíðnin á því sem við heyrum er þá jafnt og 344 plus sem sagt 15 metrar á sekundu sem sagt VAF-L, því við erum VAF-L hérna, þetta er sem sagt VAF-L hérna sem við heyrum og þetta er sem sagt VAF-SOR sem sagt hljóðgjafinn deilt í 344 plus 35 metra á sekundu hérna og hérna við sláum þessu inn í vasareikni. Það glemdi ég mér aðeins, ég átti að setja hérna margfalda hérna tíðnina sem er frá hljóðgjafanum að sjálfsögðu, semst FS. Hann er hérna sinnum 392 Hz og við sláum því inn í vasareikni og við fáum svo mikið sem 371 Hz út úr þessu, út úr vélinum. Ok, þá ætlum við að gera C-liðinn og við ætlum að þurrka hérna aðeins út. Þá setja hérna hér upp í liðurinn og þá er spurt í C, hver er eiginlega takttíðnin sem að heyrist hjá hlustandanum? Og hérna, ef við förum í kaflan, hérna erum við með takttíðni og það sem okkur er sagt, sem sagt munin á tveimur hérna, við erum með tvo sem sagt svona sorsa og við notum sem sagt F af A er sem sagt hérna tíðni A er sem sagt hærri hljóðgjafinn, þannig að hérna við skellum þessari jöfnu hérna inn í og ef að við tökum sem sagt tíðnina úr fyrra dæminu, sem sagt 375 og draugum 371 frá Hz út úr þessu sem sagt, þá fáum við 4 Hz og þá er þessu dæmi lokið.